En hverju hefur þessi uppbygging skilað fjárhagslega fyrir Landsvirkjun? Það er spurning sem við heyrum oft spurt og sjálfsagt að menn spyrja, enda mikilvægt að gera miklar kröfur til fyrirtæki sem fer með dýrmætustu auðlindir þjóðarinnar sem þessi endurnýjanlega orka. Ein leið til að skoða efnahag fyrirtækisins sem traustur. Fyrirtækið í dag með bókfært eigið fé upp á 200 milljarða og eiginfjár hlutfall upp á 38%. Efnahagsreikningurinn einn hlutur en þeir sem að reka fyrirtæki horfa oft meira á bara hver fjármunamyndunin í fyrirtækinu. Það sem að segja maður borgar ekki reikninga fyrir neitt í efnahagsreikningum, maður borgar reikningum með peningum sem vera til í rekstrinum. Og ef við skoðum það, að þá höfum við á síðustu, ef við skoðum rekstur Landsvirkjunar og þá fjármunamyndun sem hefur orðið í rekstrinum á síðustu 4 árum, þá er það að geta skoða hvað höfum við haft til ráðstöfunar eftir að við erum búin að greiða allan rekstrarkostnað Landsvirkjunar og allan vaxtakostnað Landsvirkjunar. Það sem verður eftir þá getum við notað til þess að greiða skuldir, það getum við notað til þess að fjárfesta í nýjum virkjunum og það getum við síðan notað til þess að borga arð. Á síðustu 4 árum þá hafa nettóskuldir, nettó heildarskuldir fyrirtækisins lækkað 50 milljarða sem við höfum greitt niður á lánum. Á sama tíma höfum við fjárfest í nýjum orkumannvirkjum fyrir aðra 50 milljarða. Það er raunverulega án þess að við bætum við skuldum, það er við erum á sama tíma að greiða niður. Þannig að samanlögð fjármunamyndun á þessu 4 árum hefur verið 100 milljarðar. Við höfum svo greitt lítið sáttar arð líka, en það er nú lítið með í þessu stóra samhengi. Þannig að það er veruleg fjármunamyndun í fyrirtækinu. Við þurfum enn sem komið að horfa á það að lækka skuldir enn frekar, en ef framheldur sem horfir og þá getum við innan fárra ára dregið úr niðurgreiðsluhraða skuldanna og aukið arðgreiðslur verulega til eigenda okkar. Ef við horfum síðan til langs lifitíma orkumannvirkjana, aukinnar eftirspurnar, hækkandi raforkuverðs og lækkandi skulda og þar af leiðandi lækkandi vaxtakostnaðar, þá er alveg ljóst að það eru allar forsendur fyrir því að aukin fjármunamyndun verði í Landsvirkjun og þar af leiðandi auknar arðgreiðslur til okkar eigenda. Þannig að við stöndum á traustum grunni sem að skila í dag ágætis fjármunamyndun.